Já, verið velkomin hér í Víkina á leik Víkings og Gróttu í grildeild kvenna, meistaraflokki kvenna. Það eru Víkingar sem að hefja leikinn. Undirbúið í Víkings í hægra horninu leikmann nr. 23 Katrín Guðmundsdóttir sem það byrjar, á línu nr. 13 Alena Eilín Steinarsdóttir, á miðjunni nr. 14 Arna Þyrí Ólafsdóttir. Nei, nú var ekki alveg rétt mér þetta réttu númerin allavega. Brynjar Sölvadóttir vinstra megin fyrir utan og við Víkistelpurnar eru komin að sækja hér að markinu, ekki nógu góð sending og barátta á boltanum og þó maður vildi minna að það verið út af sem er vantarlega rétt og Grótta vinnur hjá boltan. Þetta var klaufaleg sending, það var sókn í snóknar aðgerð í uppsiglingu en hlutinni gengu ekki upp. Hérna hjá Gróttu megin hér vinstra megin í vinstra horninu nr. 10 Steinunn Guðjónsdóttir, nr. 24 hér vinstra megin fyrir utan Katrín Helga Sigurbergsdóttir, á miðjunni nr. 22 Ágústa Huld Gunnarsdóttir. Nú þarna var einmitt hornamaðurinn hægra megin Tinna Valgerður Gísladóttir sem skoraði fyrsta markið og þar hægra megin leikinn, byggja hér upp sóknina. Þarna þeir ógnar Auður hérna yfir á Katrínu og sem gefur boltann út Elínu. Auður með skot í varnarvegginn og í stöng, Víkingarnir að halda boltanum. Voru heppnar þarna og Arna Þyrí með fyrsta skoti hér að miðjunni með örugt skot hægra megin og Víkingar jafna núna, staðan 1-1 þegar að
og 40 mínútur liðnar. Katrín Guðmundsdóttir tók hérna hressilega á henni Katrínu Helgu, nafnu sinni númer 24. Það er hérna tvær að klást hérna vinstra megin á vellinum. Bolti gengur hér. Það var tiltölulega rólega hjá Gróttu sem endar með því að það er opið færi á horninu sem að Ágústa Huld Gunnarsdóttir klúðrar. Hún varði þetta skot í markinu Emilía Dögg. Nú, Víkingar þá aftur komnir á stað í sóknina. Arna 3, klipping. Katrín að reynir að koma boltanum inn á línuna á hana Steinunni. Þarna var Auður sem að getur og er stórhættur að skipta var að koma leiðinni inn í vörnina en þær voru ekki að Katrín Helga ætlaði nú ekki að láta það ganga upp og náði að stoppa hana fyrir utan. Núna náði Auður hins vegar skotinu sem að fór framhjá og Grótta er með boltan hér að komast í sína enn eina sóknina. Það er 3 mínútur liðnar og staðan 1-1. Slög sending og Katrín yfir að Örnu Þyrju og á Auður og Arna. Gróttuvörninni en ekki dæmt á það fótur og Grótta reyndi hér hraðaplöp en þær voru snöggar og harðar í vörninni Víkistelpurnar að náðu stöðu þetta hraðaplöp. Aftur enn ein slaka sendingin í leiknum og Víkingar fá hér innkast, ekki alveg fókusværi í sendingunum sínum svona í byrjun leiks. Það á væntanlega eftir að skána þegar þær hitta. Arna Þyri hér yfir ógnarinn og Auður komin að ferðina nær ekki að halda boltanum en varnarmaður Gróttu stigið inn í teig og Víkingar fá dæmda línu og halda boltanum og voru heppnað þarna. Arna Þyri yfir Auði. Vörnina og Auður upp og Arnar og hún með skot en beint á Soffíu sem var í svona bolta en Steinun Birta náði boltanum og á henni broti í dauðafæri og dæmt réttilega Víkingarkast. Það er Arna Þyri sem að fer á punktinn og reyna að koma boltanum fram hjá Soffíu Stengusdóttur í markinu. Gerir það. Kemur Víking yfir 2-1, staðan 2-1 fyrir 500 liðnar á leiknum og Grótta reyna að taka hér hraða sókn en vörn Víkinga var komin búin að stilla sér upp þannig að ekki var úr þessu hraðaplöp. Þannig að Grótta lætur boltan hér bara ganga fyrir utan og enn einu sinni það er eins og hans ekki alveg vaknaðar. Sendingarna búin að vera svona eiga þarna núna skot í vörn Víkings. Það er Steinunni Birtu. Gróttu, þarna var Steinunni Birta komin úr hraðaplöpunu einu mótinu en hún er að setja fótinn fyrir boltan og í stað þess að komast yfir þá jafnar Grótta nú leikinn. Það var Tirna Valgerður Gísladóttir sem að fekk opið færið í hægra horninu og skorar af öryggi. Nú Víkingar hefja þá sótt að nýju, það var Kara, Soffía á miðjunni vantarlega eitthvað leikkerfi í uppstillingu. Soffía yfir á Katrínu. Steinunni Birta kemur út úr vörninni, kemur boltanum áfram á Katrínu sem ógnar og Soffía upp og tekur skot af gólfinu í nærstöngina neðst og kemur Víkingi 3-2. Staðan 3-2 þegar 6,5 mínútur liðin. Aftur reyna Grótta að taka hraðan miðju en enn og aftur þá varu Víkingstelpurnar snöggar í vörnina og náðu að stoppa þessa sókn og dæmt fríkast á
Þannig að Grótta heldur hér boltanum. Nú har leistu hornamaður leysir inn á línu, þannig að það eru 4-2 boltinn yfir og það er Anna Lára Davíðsdóttir sem að reynda að komast þarna inn í vörnina hjá Víking, náðu því næstu því og átti skot sem að ekki hún skoraði ekki upp en ekki úr, en það var búið að brjóta á henni, þannig að Grótta heldur boltanum og það er uppskera núna mark úr sókninni hérna hér 3-7 mínútur liðnar og aftur var það Tinna Valgerður sem að skora þarna fyrir og Auður eftir þetta skota af markinu ekki nógu gott, það var aðeins farið út í hérna en ekki nægilega mikið til þess að það væri dæma fríkast, þannig að þarna átti Anna Lára sendingu inn á Rut Benediktsdóttur sem að skauta markinu en Emilía Dögg varði vel en það var búið að brjóta og dæmt hér víti og það er Tinna Valgerður sem að fer á vítategin en skýtur yfir og staðan því enn 3-3 þegar 8 mínútur liðnar á leiknum. Nú þessi ekki stelpun að láta boltan ganga hérna aðeins áður en fara í alvöru sóknaraðgerðir og nú gengur þau upp. Katrín ætlaði að vippa yfir Sofíu í markinu en hún fær það í ennið en út fyrir hliðarlínu og Víkingar í innkast og halda boltanum. Þarna fyrir Auður aftur á Örnu fyrir Auður upp og skýtur aftur á gólfinu í gólfið og upp og inn og kemur Víkingum í 4-3 8 mínútur línar og enn reyna Gróttu stelpur að taka hraðamiðju og það gekk upp núna þótt að Víking stelpur var að koma í vörðina en það var ekki nógu hreyfanlegar og það var Katrín Helga sem að skoraði þarna og jafnaði staðinn 4-4, jafnleikur hérna í Víkinni og þarna reyndi Katrín skot sem að vörnin vann en að miklu harðfylgi og snerpu þá náði hún boltanum aftur og Víkingar halda boltanum. Nú skipting Katrín kemur út af og inn á kemur Ester Inga Augmundsdóttir. Þarna var reynd línusending en Gróttu stelpurnar voru búin að sjá í gegnum þetta og það er Tinna Valgerður sem að skora hér úr hraðhlaupum og kemur Gróttu yfir í fyrsta sinn leiknum, staðan 5-4 nú fyrir Gróttu þegar 10 mínútur eru búnar af leiknum. Það er Auður, Arna þegar Elena leysir þarna inn á Auði og hún uppi skoti og skorar og jafnar leikinn aftur, staðan 5-5. Grótta enninu sinni með hraðasókn og ná að komast alla leið í gegnum vörnina. Þetta er að ganga upp hjá þeim. Það var Anna Lára Davíðsdóttir sem skoraði þetta mark eftir hraðasókn. Aðeins og hægari hliðarhreyfingunum í vörninni í Víking stelpurnar þarna í 2 síðustu sóknum. Nú er Arna Þyri komin út af og Ester Inga komin inn á miðjuna og hér hægra megin fyrir utan er Ástrós Birta Birgisdóttir, ungur og efnilegur leikmaður spilar í þriðja flokki og þær eru þarna spila það saman Ester Inga og Ástrós Birta, ungar og efnilegar stelpur. Ástrós Ester með frábæra sendingu inn á Steinunni Birtu. Það er alltaf á Birtin hérna í ríkisliðinu og Steinunni Birta skoraði öryggi og jafnaði leikinn aftur í 6-6. Nú enn reynaði að hraða sókn en róa núna niður Gróttu stelpur eftir að hafa keyrt núna undanfarið allar sóknir sínar hratt tekið hraða miðju. Leysa inn að miðjuna og
boltinn gengur alla leið áfram út í hornið þar sem að Tinna Valgerður hefur sæmilegt pláss til að komast inn í gegn og skorar aftur á öryggi, búin að skora nokkuð mörk þarna úr horninu. Og Ester aftur að setja hér yfir. Ester Fittarinn kemur boltanum vantarlega yfir á Auði sem kemur klippingu upp og gefur boltan áfram og Ester, en þarna allt lokað, ekki mikið pláss að komast inn. Ástrú hefði ekki alveg nógu gott skot hjá henni, en það með skori ekki þess að skota og tilbaka koma stelpurnar í hraðahlaupi og það Steinunn Guðjónsdóttir sem að skora þarna, var fljótust fram og kemur Gróttu 2 mörkum yfir þessum leik. Staðan Víkingur 6, Grótt 8 þegar tæpar 13 mínútur eru liðnar að leiknum. En Víkingstelpur halda það bara áfram og reyna aftur sendingu sem gekk vel upp áðan, en hún var ekki alveg nógu nákvæm. Færi var til staðar en sendingin ónákvæm. Nú þarna var það Katrín Helga sem að fitta sér ykkur vörnina í ákjóðlega færi, en Emilía Dögg ver þetta skot og Víkingstelpurnar komnar að sóknina. Sigfús Pál þjálfari Víkings hvað skuli gera og á meðan þá spilar hinnar Víkingstelpurnar áfram bara svo gera og þarna reynir Auður aftur skot sem að vörnin ver, en það hefur eitthvað væntanlega farið í andlit varnarmanns Gróttu. Ágúst Huld situr hérna aðeins þar að hvíla sig, en þetta sem betur fer ekki alvarlegt, væntanlega ferlega vont, en hún ætlar að halda áfram að spila. Það eitthvað. Nú leikurinn var stöðvar, hann fer í gang aftur. Steinunn Birta með boltan og Ester. Og Sigfús Páll ákveður að taka leikhlé þegar 13,5 mínúta liðin af leiknum. Ákveður að taka leikhlé núna. Þetta snemma og þá endurskipuleggja lið og leik Víkingana. Freista þess að vinna upp þennan mun sem að nú 2 mörk, Víkingur 6, Grótt 8 og eins og ég sagði við áðan 13,5 mínúta liðin að leiknum. Á meðan liðin ráðu sínum þá dómarapari hér út af velli að gera slíktið sama og reyna að samhæfa dómgæsluna sína sem að reyndar miklu einfaldara núna heldur en hér í gamla daga þegar maður var sjálfur að spila þessu með þessum tæknibúnað sem núna. Nú geta menn talað saman í leikjunum og sem að gerir þetta starf ætti að gera það einfaldara og auðveldara heldur en kannski meiri heldur. Nú Víkingstelpurnar strax sending frá Örnu fyrir innan Steinunni Birtu á línunni og hún skorar og minkar minni í 1 mark. Þarna voru sofandi í vörninni. Gróttu stelpur byggust greinilega við einhverju kerfi sem væri með lengri aðdraganda og reyna einu sinni hraða miðju, en nú voru Víkingstelpurnar komnar í vörnina og þær ákveða að hægja og byggja upp kerfi og það gera þær þarna og það var sýnist mér Rut Bernharðsdóttir sem að skoraði þetta, sýndist mér og kemur Gróttu aftur í 2 mörk. Víkingstelpurnar ætlaði að reyna þarna hraðasókn en gekk ekki
og róa nú boltan og undirbúa greina kerfi. Ester inn með blokkeringu og Ástrós kom sér hérna í gegnum vörnina en skoti hérna framhjá. Hún kom með ákjósanlegt færi, sá hérna Glufu sem hún skellti sér í gegnum en skaut rétt framhjá markinu og aftur er það hún Tinna Valgerður sem að skorar. Nú hún komin í skiptuna hægra megin eftir að hafa verið lengst af leiknum eitthvað lengs í hægra horninu þar sem hún hefði sett nokkuð mörkin. Ætlum sé ekki komið með allavega helmingin af þessum mörkum sem að Grótta hefur skorað. Staða núna 10-7 Gróttu vil þegar að fyrri hálfleikur er hálfnaður. Ester, Ástrós, Arnarþyri og Ester yfir Arnarþyri og hún ógnar og kemur boltanum inn á Elenu og þetta er víti. Þetta er greinilegt víti. Þetta var vel gert að koma boltanum þarna inn á og þar sem að Ágúst Gunnarsdóttir stóð inn í teignum og braut á alveg þá er réttilega dæmt víti og Arnarþyri kemur á vítapunktinn og skorar og staðan miklu minn aftur í 2 mörk og staðan 8, Víkingur 8, Grótta 10 og 14 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleiknum hér í Víkinni. Þetta er rétt rúmlega hálfnaður. Nú Ester Inga segi ég sækir nú lengra fram á völlinni en áður og það verður til þess að Gróttustelpur fatast flugið og hún er komið sending sem fyrir út af sig og Víkingur tekur boltann þarna og komst boltinn inn á Steinunni Birtu en hún steig á línu og Grótta fyrir aftur boltann og enn ein sendingin sem að ekki er alveg eins og hún ætti að vera og ekki kvarta Víkingstelpurnar yfir því, halda núna boltanum. Það náðu ekki að minnka muninn í síðustu sókninni þar sem það var lína og hefði verið vont fyrir að fá marki á bakið en það var ekki. Nú er það Víkingstelpurnar að gera sendingamistur eða grípmistök og Grótta keyrir hér upp, refsa þeim fyrir þetta og þá er Rut Benódiktsdóttir sem að skoraði þarna og kemur Gróttu 3 mörkum yfir. Víkingur 8, Grótta 11 og 17 mínútur liðnar af leiknum. Það er mikilvægt að nýta hraðaupplöfin þegar þau koma. Það er þau sem að geta oft á tíðum skilið að milli í leikjum sem þessum. Ester Inga, sérna Gufu, Arnarþyri slær boltann inn á vörnum þessum Steinunn Birta hélt sig hafa haft hann en dómarar eru búin að dæma á hana fríkast eða dæma Gróttu boltan og þær þakka fyrir sig með ágætri sókn sem að endar með marki sem að Katrína Helga Sigurbergsdóttir skorar og allt í einu er Grótta komið í 4 mörk yfir þessum leik á stuttum tíma og 2 hraðaupplöfum. Víkingstelpurnar setja boltan hér í gang aftur. Það voru óhafnar hérna annars vegar Steinunn Birta steig á línu og síðan var Grótta dæmt boltið þegar voru að kástum hún og Steinunn og varnarmaður. En einn hraðaupplaupi og þarna var boltinn aðeins langur. Ester Inga náði að trufla Katrínu Önnu og boltinn aftur fyrir endamörk á Víking og Víkingstelpurnar að fá annars séns til að minnka muninn. Þau eru 4 mörkum undir. Nú Ester, Alna, Arnarþyri og hún reynir skot af gólfinu sem vörnin varði en varnarmaður Gróttu blakaði boltann aftur að markmannum og það má ekki þannig að það er dæmt að það aukakast og Víkingar halda enda boltanum heppnar hérna Víkingstelpurnar. Aftur Arnarþyri og Ástrós Birtus komin í hægra horni núna, það er 2 á línunni. Ester, Arnarþyri aftur yfir á Ester og það var ónákvæm sending en það var varnarmaður Gróttu hékk í henni þannig að Víkingar halda boltanum hér með fá hér þrjúkast og höndin komin á loft, ekki óeðlilegt eftir svo. Enn einu sinni reynd sending hérna á Steinunni Birtu en kemst ekki alla leið og Grótta vinnur hérna bolta, keyrir hratt á vörn Víkings. Boltinn kemur hér út í hornvinstri megin en núna
slaka og róa Gróttu stelpurnar leikinn hjá sér og byggja upp sóknina. Ester Inga áfram tiltölulega framalega. Þarna var að koma inn á Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir sem nú á miðjunni, lætur boltann ganga vel langt út á vellinum hérna. Ester Inga þvingar þetta þá, en síðan áhlaupið á vörnina og þarna náði Arna Þyrí að stöðva Tinnuvalgerði sem ætlaði við skotið en hætti síðan við. Grótta heldur boltanum og aftur þá svipaði árásarvörnina og nú það var Tinnuvalgerði sem tók skot af gólfinu og skorar og kemur Gróttu í 5 marka mun, staðan 13-8 Gróttu í Víl þegar 20 mínútur liðnar fyrir hálfleik. Sofía aftur komin inn á við. Þetta var vel gert í vörninni hjá Gróttu. Þarna var boltinn búinn að vinna ágætlega hjá Víking. Arna Þyrí með skot í vörn og það var nú Sigurlaug Jónsdóttir sem var að koma hér inn á völlinn vinstra horninu sem tók frákastið og skoraði öryggi. Hún eina af þessum ungu stelpum hér í Víkingsliðinu sem spilaði þá í þriðja flokki. Þær eru þar núna inn á vellinu, þær Sigurlaug og Ester Inga og á bekknum einnig Ástrós Birta og á meðan ég var að telja upp þá náði Grótta að setja inn 1 mark. Boltinn gekk hér hratt frá hægri til vinstri og allt og opið í horninu og Gróttu stelpur komast núna í 5 mörk. 5 mörk yfir á þessum síðustu svona 8 mínútum meðan þetta svona var 1-2 mörk en núna komum 5 mörk yfir. Við gistum þetta að halda það samt áfram en það ekkert annað að gera. Alena lýsir inn á og nú kemur hún hérna inn úr horninu, hún Sigurlaug og skoraði öryggi eftir að Auður Birna Brynjasi var búin að draga til sín hornamanninn. Auður Brynja fór hérna gengur hérna út í Katrínar Helgu á miðjunni hjá Gróttu og var svona fór aðeins aftan í hana og fær gula spjaldið og kannski mátti takka fyrir það að þetta var bara gult spjald og Grótta sækir hér búin að opna vörnina hægra megin og það Valgerður Helga Ísaksdóttir sem sá þessa glöfu kom í gegn og skoraði. Staðan 15-10 Gróttu í Víl, 5 marka munur þegar 23 mínútur liðnar fyrir hálfleik. Arna Þyrí Ester og hún sér hérna vinstra megin glöfu og hún glúrin í því þegar glöfa eins og þess að kemur þá keyrir hún á stað og oft mjög snögg að því og komst þarna allan leið og þær gátu ekkert annað en brotið á henni í dauðafæri og Víkingar fá hér vítakast sem Arna Þyrí tekur og enn einu sinni skorar hún og minnkar muninn niður í 4 mörk aftur. 15-4 Gróttu í Víl með 23,5 mínúta liðnar fyrir hálfleik. Nú það Auður Brynja sem tekur Indjánan. Þetta þess að trufla sóknarleik Gróttu. Það leysa nú inn úr vinstra horninu og boltinn hér áfram yfir hægra megin þar sem hornamaður Gróttu kom að ferðinni Katrín Ásgeirsdóttir í gegnum glöfu, átti skot sem Sofía virtist hafa varið en lag af henni inn í markið og aftur 5 mörk Grótta aftur komið 5 mörk yfir 16-11 þegar 5,5 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Næst Arna Þyrí, Arna Þyrí sem leysir inn og Ester og Auður Ester
Og en aftur eins og áðan sér hún, tekur hún fitta til vinstri, sér það Glúfu sem opnast og fór alla leiði gegn hún og skoraði sjálf. Og góðu færi. Þetta er algengt hjá henni þegar hún sér Glúfu opnast, þótt að spila hérna hægra megin, hún er rétthent og sér Glúfu opnast vinstra megin þegar bakkinn það fer út. Og það er mjög oft sem hún er að nýta sér það á þannig hátt kraftmikil og snögg stelpa. Staðan 16-12 núna þegar 5 mínútur eftir. Þarna er harður varnarleikur hjá Víking. Það var reynd línusending þarna inn og Ester aftur og Alana það gefa ekkert eftir núna. Orðin meiri, orðnar ákveðnari í vörðin eftir Víkingstelpur. Enda þar þess sem var alltaf að halda sér inn í leiknum en þarna ríkti hún vel, hún Rut Bernharðsdóttir en átti skot úr dauðafæri fram hjá markinu og Víkingar fara af stað. Auður hún búin að fitta sig í gegn og brotið svolítið, virtist harkalega á henni og réttilega dæmdi aukakast og Víkingar með boltann þá. Nú er hér komin inn í hægra horni hún Karolína Ósk sem leysir núna inn úr horninu, kemur boltanum áfram á Auði sem á skot og þetta gekk vel upp, þetta var alveg ljómandi gott hjá henni. Auður endar þetta með skoti eftir að Karolína Ósk hafði leyst úr horninu og gefið að hana góða sendingu og þetta var fín klipping og gott mark og munurinn nú 3 mörk. Víkingur 13, Gróttar 16 fyrir 26,5 mínúta en liðina fyrri hálfleik. Og svona ákveðnari þarna í vörninni, núna síðast Víkingstelpuna þetta var verið fram að þessi leiknum. Þrátt fyrir það skapaði Gróttar sér ágætt færi sem það náðu ekki að nýta, sem betur fyrir Víkingstelpunar. Nú, þarna gekk sóknin þokkalega upp, þar sé allt nema skotið. Sem að Emilía Dögg varði hérna úr horninu ágætlega, en bara mjög vel. Við boltinn áfram hérna Sigurlaug yfir á Auði, Örnefþuríu, Ester Inga og það er svona öllítið ákveðni heldur voru áðan Arna Auður, Örnefþuríu, Ester Inga og komin í gegn alla leið og kemur boltanum í netið en það var búið að flauta fríkast hérna. Það náði að stoppa hana áður en að það var of seint, en örlítið seinna þá hefði það væntanlega verið víti en þarna fengu þær aukakast Ester og búið að flauta áður og skaut. Aftur var það Karolína Ósk sem að leysa úr horninu og gefur sendingu á Auði sem að kemur í klippingu og skora. Þetta er alveg eins og í síðustu sókn, það eru 2 mörk sem er komin upp úr sama kerfinu og tiltölulega einföldu kerfi. Og munurinn nú orðin 2 mörk var mestur áðan 5 mörk en orðin núna 2 mörk, Víkingur 14, Gróttar 16 þegar að 2 mínútur er liðnar. Ester ákveðin þarna eftir Valgerði Helgu og sem að átti sendingu út af vellinum en dómararnir voru búnir að dæma aukakast á Ester Ingu sem hafði fylgt henni mjög vel eftir þarna fyrir utan og Ester Inga fékk guldspjald. Þannig að Víkingstelpur er núna komið 2 gul spjöld í leiknum þannig að næsta brot sem er svona þá eru það 2 mínútur. Nú var það Gróttar sem var að taka leikhlé og nýta leikhlé sitt hér í fyrri hálfleik. Það eru 2 mínútur eftir þessum leik. Staðan 14-16 Gróttu í vil. Gróttar hafa komið 5 mörk hér yfir. Þannig að það er ekki óeðlilegt að þjálfari Gróttu taki leikhlé, skipuleggja þessar sóknirnar í þessar 2 mínútur sem eftir eru og freista þess að rykkja sig aftur frá Víkingstelpunum. Grótta hér með boltan, en alltaf þannig þegar að leikhlé er tekið það er þjálfarar geta einungis tekið það þegar lið þeirra er í sókn. Nú 2 mínútur hér eftir af fyrri hálfleiknum og staðan 14-16. Væntanlega kemur hér kerfi kemur hlaupandi úr hægra horninu, leysa inn og greinilega en Víkingstelpurnar
Þarna var Arnar Þyri aðeins og kurteis. Voru Víkingsstelpunni virtist vera að stöðva þetta en Arnar Þyri aðeins og líni vörninu læti fitta sig og þá er eftir leikurinn einfaldur og staðan er 17-14. En einu sinni yfir Arnar Þyri og boltinn yfir inn í horna og Sigurlaugur sem að á ekki nógu gott skot og reynda vel var í hjá Sofíu Steingrímsdóttur. Búinn að skora 2 mörk í röð þarna úr horninu, 2 færum og 3 færi þá gekk ekki. Og staðan til 17-14 þegar 1 mínúta eftir, 3 marka munur og Grótta getur aukið muninn á ný. Þarna átti Emilía ágæta markvarslu en Grótta hefur frákastið og halda boltanum áfram og ná að rykkja sig hérna í færi á línunni. Leikmaður númer 45 Edda Steingrímsdóttir og slög sending hérna inn á línu hjá Víkingsstelpunum og aftur er það Grótta sem að keyri hér upp hraðan og er komin aftur 5 mörk yfir í leiknum. Víkingsstelpunum búin að saksetta niður í 2 mörk og þannig var það þeirra 2 mínútur eftir en Grótta nú búin að raðina mörkunum enda hafa Víkingsstelpunar ekki. Þetta var glæsilegt hjá Karolínu Ósk hér í hægra horninu. Kom hér inn á fyrir einhverjum 5 mínútur síðan og nær að minnka muninn í 4 mörk. Víkingur 15, Grótta 19 hér í hálfleik. Það virtist sem svo að Víkingsstelpunum var að koma sér aftur inn í leikinn en fóru illa að ráða sínu á síðustu 2 mínútunum og munurinn var orðinn 5 mörk en núna í síðustu sókninni hér á síðustu sekúndunum þá náðu Víkingsstelpunum að minnka muninn í 4 mörk. Staðan hér í Víkingur 15 og Grótta 19. Við heyrum síðan aftur eftir hlé.
Já, velkomin hér aftur í Víkina í síðari hálfleik í leik Víkings og Gróttu í grildeild kvenna. Staðan í hálfleik er Víkingur 15, Grótta 19. Víkingar voru komnar 5 mörkum undir hér seinni hluta leiksins og náðu að minnka niður í 2 mörk þegar 2 mínútur var eftir. Þá tók þjálfari Gróttu leikhlé sem heldur betur sniður leiknum og Grótta kom sér aftur í 4 marka forystu. Reyndar komust þeir í 5 marka forystu en Víkingar skoruðu hér á síðustu sekúndum og minnkuðu muninn í þessi 4. Eftir að það virtist verið að vera að ná að spila sig aftur inn í leikinn. Nú það er Grótta sem að byrjar með boltan í síðari hálfleik. Dómararnir klárir og allir saman og leikurinn hafinn. Hér í hægra horninu hjá Gróttu er Tinna Valgerður Gísladóttir nr. 5 sem að heldur sé klárlega markahæst hjá þeim í fyrirleiknum, búin að eiga fjölda góðra marka bæði á horni, skutu utan í hraðagöti og ég veit ekki hvað. Það er ákvæmlega þarna í Ester Inga ákvæmlega þarna í sókninni. Nei, í vörninni hjá Víking. Gengur langt út. Það er kerfi hjá Gróttu og skot sem að Katrín Helga tekur en Emiliana nær að slá fingrunum í boltan og út fyrir og Víkingar fá boltan þarna fyrir inn á línu Alunu sem að var tekin. Þetta eru 2 mínútur dæmdar á Ágústu Huld sem er þarna aftan í Alunu og fellur síðan ofan á hana. Það var ekki verið mjög gott, það var ekki viljaverk að falla svona á hana en það 2 mínútur og en eitt vítið sem að Arna Þyrí skorar heldur þessi 4. vítið sem Víkingur hafa fengið og hún skorar úr þeim öllum og Víkingar ná að saksa hans muninn í bíli. Staðan Víkingur 16, Grótta 19 þegar að 1 mínúta er liðin af síðari hálfleik þessa leiks. Nú er Tinna Valgerður komið hér fyrir utan í hægri skyttuna úr horninu sem við ræðum að hérna áðan. Mjög góður aðstendur leikmaður kemur boltanum þarna inn á Katrínu Helgu sem að reyna að komast í gegnum vörnina en Víkingsstelpurnar standa þetta af sér. Hér á miðjunum nr. 7 er Anna Lára Davíðsdóttir sem að stjórnar. Það er klippi gefur á Steinunni Guðjónsdóttir og þær ná að skapa sér hálffæri. Anna Lára var komin hérna í hálffæri en Víkingsvörnin náði stöðuna. Skot hennar slagt enda brot á henni, höndin komin upp hér hjá dómurum. Og slæmsending hjá Gróttu hraðalöpu PS sem er gert en stöðva taka ekki sinn á tvísynum sendingum heldur spila upp á örugt færi. Arna Þyrí núna hér á miðjunni. Auður Brynja hérna vinstra megin fyrir utan og hægra megin er hún Ester Inga og í hægra horninu er hún Karolína Ós sem að búin að eiga góða vinnkomi hér. Það er 2 góðar stóðsetningar og 1 mark. Þarna var Auður Brynja með skot, kannski ekkert allt og gott en það er Sofía Steingrímsdóttir sem að í markinu sem að verð þar og í stað þess að nýta sér þennan liðsmun og minnka munin þá eru Grótta komin aftur með boltan. 3 marka munur, Grótta 19, Víkingur 16 og nú eru Grótta komin með fullskipa lið aftur og sem að þær nýta þarna labbaði Katrín Helga í gegnum vörðuna og skoraði algjörlega óáreitt komin langt inn fyrir punktalínu og skorar af öryggi enda engin í henni. Nú Víkingsstelpurnar þá Víkingsvörnir aftur reynar ekki hérna á línu, það komið sendingu þar inn en tekur ekki. Auður kom boltanum yfir á Sigurlaug áfram með Ester Ingu. Það er Gróttuvörnin stendur þetta af sér hérna en nú er Auður upp oftur en því miður boltinn yfir markið
og komin ákveðtæri inn í tegun auðurbyrni en nær ekki að halda boltanum niðri, skýtur yfir markið og þá hafa Gróttur stelpu möguleika og komast aftur 5 mörk yfir í leiknum sem þá í 3. skipti. Það var einhvern verið þannig að Víkingstelpurnar aðeins sexað á en þá hafa Gróttustelpurnar bara gefið í aftur og núna komast þeir 5 mörkum yfir. Það var Tinna Valgerður sem skoraði hérna með góðu skoti, fekk reyndar allt of mikið frið til þess að Víkingstelpurnar. Víkingstelpurnar komu hér aftur inn, Auður og reynir skot sem að Sofía ver í markinu Gróttu og þær eru ennþá að keyra svona seinni bylgju og sendingin aðeins og há og Karolína Ósk náði hérna boltan mikla Hafsfylgir búin að koma mjög skemmtilega inn í þennan leik. Þetta best boltinn út af Sigurlaugur sem skorar núna 3. mark hennar hér úr vinstra horninu. Boltinn hrækt hérna út í hornið og hún með ágætt pláss til að skjóta og gerir það glimrandi vel og skora sitt 3. mark í þessum leik. Staðan 21-17, Gróttu í vil þegar 24 mínútur eftir þessum leik, það er nú eftir þessum leik. Grótta hins vegar búin að vera í sterkari aðilinn í leiknum en svo staðan gefur í skyn, en þarna var ágætt sending frá henni Tinnu inn á Ágústu Huld en Arna Þyrí var búin að lesa þetta og náði að stöðva. Og þarna var Tinna Valgerður með ennið skoti sem að vörnin náði að slæma höndinni í, boltinn í Þarna voru nú óheppin hún Auður Brynja var komin í gegn og var með skot en í slá úr opnu færi og í stað þess að minnka munina þá er það Grótta sem að kemur hér tilbaka og skora sér 22. markið staðan Víkingur 17, Grótta 22. Aftur komið 5 marka forysta. Óheppna núna Víkingstelpurnar hafi ekki náð að skora. Þetta var skoti í slá sem að hrökk út til Gróttu stelpnanna sem að voru keyrðu hér upp það upp og komast aftur til mörgum yfir. Þarna klipping Auðbjörna ekki alveg nóg nákvæmlega sending en þó Vesti heldurinu yfir Ásta ágæta sendingu inn á vörna en Steinubirta náði ekki að grípa og aftur er það hraðaldur upp hjá Gróttu og komast nú 6 mörgum yfir í fyrsta skipti í leiknum 23-17 þegar 30 og 7 mínútur liðnar að leiknum. Þarna þetta var óheppilegt, þetta var þannilega ágætis línusending en Steinubirta ekki tilbúin, var ekki reiðbúin, náði ekki til boltans og Gróttustelpur fljótar að refsa. En það er Auður komið í miðjuna Steinur. Nei, Steinur, Ester segi ég, nú var Stein Ester. Arna Þyrí og Auður. Arna Þyrí komin í gegnum vörnina og þarna var víti og 2 mínútur á Tinnu Valgerði sem að stóðst ekki freistinguna að hjálpa Arna Þyrí að setja inn í teginn og Arna Þyrí kom að víta punktinn enn einu sinni og skorar held að sé 5. víti sem að Víkingar fá í þessum leik og Arna Þyrí búin að skora úr þeim öllum að vörki. Það er aðeins að laga stöðuna núna aftur niður í 5 mörk og Grótta einu færri. Síðast þegar að Grótta var einu færri þá náði Víkingstelpur ekki að færa sig það nýtt. Vorandi tekst að núna. Það láta bolta ganga hér og ekkert að flýta sig, bara halda boltanum með slengi og dómarinn leyfa eða þar til þeir fá ákvörðsanlegt færi. Reyna náttúrulega að spila og nú fara Steinun sem að náði boltanum hjá Gróttu og það reyna að keyra hér og þarna
náðu Grótta að slæða hendinni í boltann þegar maður leiðin hérna út á sigurlögu hér á miðjunni. Það var greinilegt að það voru ekki alveg, treystu sig ekki alveg til þess að fara á 100 í hraðafli byggistelpurnar og vildi frekar þá ná öruggumarki, öruggu færi, einu færi og reyna að komast hér í gegn og Arnarþyri en vörn Gróttu var búin að loka og Auður Arnarþyri og nú var búið að opna og Ester kom í gegn en lætur verja hjá sér úr Sofía ver þarna hjá henni mjög vel, hún skaut hana bara beint á hana úr góðu færi og enn mistekst Víkistelpunum að nýta sér liðsmunin einu fleiri. Þetta var annað skipti sem að þær eru einu fleiri og fyrir skipti náðu það ekki að skora en fengu þvert á móti þá mörk á sig tilbaka en þær hafa nú haldið markinu hreinu þennan tíma samt í þetta sinnir. Nú vantarlega munu Gróttustelpur eins og áðan að láta boltan ganga hér í rólegheitunum og ekki flana neinu, nota þann tíma sem að dómarar gefa þeim, nema þá að það opnist gott færi sem að virðist verið að gera núna. Já, þetta bara má ekki að standa svona og horfa á leikmenn andstæðingana. Þarna komst hún í gegn og inn í langt inn fyrir punktalínu Víkings, hún Katrín Helga Sigurbergsdóttir og lætur bara vaða markið algjörlega óreitt og í stað þess að Víkingsstelpurnar minnkuðu munin í þessu einu fleiri þá eykur Grótta munin. Nú Arnarþyri reynir að komast þarna í gegnum glufuna á svipaðan hátt á hann en þeir standa þarna vel í vörninni, annar og þriðji maður. Og nú klipping og Auður og þarna kom að því að bolti var réttum megin við Slána. Þetta er þriðja skoti í röð hjá henni. Fyrsta skoti var yfir, annað skotið í Slána og nú var hann sláin inn eins og kannski átt að vera og minnkar munin hér aftur í 5 mörkum hún Auður Brynja. Nú Gróttustúlkur byggja hér í sóknina. Leysi hérna miðju og Auður Brynja hérna tekur hressilega á Katrínar Helgu og stöðan að stöðva uppbyggingu af þessa sóknarfim en Gróttustelpurnar koma hér að stöðva aftur leysi miðjuna inn á miðjuna inn á tegin sig og boltinn kom hér alla leið út í hornið á Katrínu Önnu Ásmundsdóttur sem að þökk tölvöld pláss til þess að athafna sig og skoraði öryggi Auður Brynja Arnarþyri Esteringa og nú fettur hún sig gegnum hægra hornið. Sofía varði mjög vel en það var ýtt á eftir henni Esteringu og dæmt víti og þjálfari Gróttu ekkert alltaf ánægður með þennan dóm en svona er þetta, það er ekki alltaf svo. Það er þá hér enn 5 marka munur, Víkingur 20, Grótta 25 þegar að 19 mínútur eru eftir að leiknum og Gróttustelpur bara byggja hér upp vörnina, kerfi í gangi, ná að keyra upp hraðan hér en Auður Brynja, tók bara boltan af leikmanni Gróttu, númer 20 frá henni Ágústu Huld en var dæmt á hana fríkast þarna góð sending inn á línuna og það sem voru mikil átök og tekin 2-3 skref og þjálfarar Gróttu alveg orðnir snældu vitlausir en þetta er svona og nú var það skot sem að hún tók Katrín Helga en Emilía Dögg varði en hún tók aftur bara frákast og skoraði af öryggi. Þarna voru þær ekki nógu vakandi. Nú hér er komið gult spjald á loft á þjálfara Gróttu og ekki kannski undarlegt, kannski aðeins verið að missa sig yfir það sem að tali verið vafasami dómar og kannski láti meira flakka heldur en kannski tilefni var mögulega til. Það er alltaf vafaendræði í öllum leikjum og það er dyggð að geta slappað af við því, verið ekki alveg að missa sig, segi ég. Nú Víkingsstelpurnar komin á stað, boltinn hér áfram af vörninni út í hornið, Arnarþyri með skot sem var ekki nógu gott af gólfinu,
í varnarvegginn hjá Gróttu og Grótta keyrir hér upp aftur, látum boltan ganga hér hratt og hann endar út í horni sem reynda kemst ekki inn. Ester-Inga stöðvar Steinunni Guðjónsdóttir hérna í vinstra horninu en Grótta heldur hér boltanum og byggir hér upp sóknina í rólegheitum. Það gera núna, hann var látið bolta við stangum vel og leist síðan upp og keyrt upp hraðan sem hefur gengið ágætlega hjá þeim, en nema núna var það Ester-Inga sem náði að taka skrefið og brjóta á Katrínu Helgu, en á móti þá var hornið vinstra megin algjörlega autt þar sem að Ester varnarmaður í horninu, en boltinn komst ekki alla leið þangað. Nú Víkingarnir vinna núna í hraðalmunu, reyna að keyra upp hraðaflupið virt. Grótta fljótari vörnina og Auður Brynja stekkur þetta upp og ekki gott skot varið og það var þarna Emilía Dögg varði hér alveg stór glæsilega einum á einum, boltinn hann rúllaði raun og veru eftir endalínunni og út af hliðarlínu þar, en hafði ekki farið aftur fyrir, heldur bara rúllaði eftir endalínunni, þannig að Grótta fær fríkast. Staðan ennþá 20-26 og 15 mínútur eftir að leiknum. Nú var náttúrulega láta boltinn ganga vel, það leyst síðan inn að miðjumaðurinn inn á vörnina. Þarna sending sem átti að fara á bak við bakkinn, varnarbakkinn hjá Víking gerði það, en það var ekki gripið. Auði og klipping hjá Auði, það hangið í henni, já, það var ekki boltanum nóg að snemma áfram yfir Ester-Ingu og dæmt á hana aukakast og hún skipti hér út og inn á kemur Ástrós Birta. Það hérna tvær, nú það þrjár þriðjaflokksstelpur sem að spila í sókn Víkinga. Það Ástrós, Ester-Inga og Sigurlaug og svo á bekknum. Þarna var ekki aftur slakt skot hjá Örnu Þyrí, búin að taka 2 núna, eða bara vonlaus skot af gólfinu í varnarvegginn hjá Gróttu og Gróttu stelpurnar það bara snögga þeir refsa okkur strax, en þarna frábær sending hjá Ester-Ingu inn á Steinunni Birtu sem þakka fyrir sig að skora og nær minnkar munin. Hann þó enn 6 mörk, Víkingur 21, Grótta 27 þegar að 14 mínútur eru eftir af leiknum. Og enn sama kerfið það sem að miðjumaður leysir inn á fer inn að hleypur inn á línulöndi bolta ganga og þá þetta breyta úr 5 mínum í 4-2 og hefur gengið svona þokkalega hjá þeim. Það bara að halda áfram hér. Þeim liggur í sjálfsög ekkert á ónakka sending núna beint út af vellunum og Víking stelpur fá boltan. Það var dálítið þarna á tímabili í fyrirhálfleik, þá var Grótta með þó nokkuð upphæðu leiks með þó nokkuð mikið af slæmu sendingu sem fóru hreinlega bara beint út af, en það lagast þegar leið á leikinn, en þetta kom einn svona svipuð. Og afturspyrta yfir á Örnu Þyrí sem að reynir sendingu, línusendinguna Steinunni Birtu, en hún var bara ekki nægilega fríð og Gróttuvörnin náði boltanum og refsa Víkingstelpunum með enn einu hraðahlaupinu hér í dag og kemur og komast yfir 7 mörk, Víking 21, Grótta 28. Nú Ástrós og Ester, Arna Þyrí, Alana kemur leysir inn á Arna Þyrí og nú fór hún upp og þriðja skoti hjá Örnu Þyrí sem að hún lætur verja hjá sér ýmist vörnina eða markmanninn. Getur miklu betur þetta og getur mjög vel skotið og skorar yfirleitt mikið af mörkum, en að þessu sinni þá hafa skotin hjá henni ekki alveg verið eins og best á kosi og hún getur. Nú þarna leysa Grótta það eru fórnamaður inn og það taka klippingu, láta bolta ganga, vörnin stendur, já, vörnin stóð ágætlega
af sér þetta og Gróttuleikmaður tók góðmörg skref og Ester með boltinn Sigurlaugu sem var ekki alveg nógu góðri stöðu til þess að fara inn og hætti við og heldur boltanum leik, skynsamlegt hjá Sigurlaugu. Hún greip boltan dálítið niðri og Arna þýrum í skilningu þarna var Steinun frí á línunni og Arna þýri gaf hann boltan en Steinun bara gerði ekki ráð fyrir að fá sendingu. Þannig að þetta hefði verið skemmtilegt hefði Steinun verið að hugsa það sama og Arna þýri og ná þessum bolta. En Grótta enn einu sem komið boltan hér, láta boltan ganga hér fyrir utan, undirbúa sóknaraðgerðir, boltinn áfram yfir í hornið þar sem að Steinun hafði gott pláss til þess að athafna sig og skoraði öryggi og Grótta nú komin 8 mörkum yfir í þessum leik. Það verður að segjast eins og að skot Víkingstelpunnar núna í síðara hálfleik hafa ekki verið nægilega góð. Ýmist hefur vörnin náð að slæða hendinni í boltan og markmaður síðan tekið henni markmaður varið eða í slá og yfir, þannig að ekki alveg hitta á ramman og maður sé það oft miklu betur en þetta. En þær geta þetta alveg og algjörlega og skotin oft hjá með Auðubjörnu algjörlega frábært eins og sýndi hér á svona síðari hluta fyrri hálfleiks þegar hún átti 3 frábær mörk eftir einfalt leikkerfi. Þá náðu Víkingstelpurnar að minnka munin sem að hafði verið 5 mörk niður í 2 mörk en mistu Gróttustelpurnar sín aftur frá sér á síðustu 2 mínútum fyrri hálfleiks. Og nú í síðari hálfleik þá hafa Gróttustelpurnar bara aukið í hægt og rólega. Nú hann Katrín Magnúsdóttir komin inn og Karolín Ósk sem kemur hérna aftur sama svipuð klippingu í fyrri hálfleik og hann Katrín með sendingu sem var ekki alveg nógu góð. Það var svona eins og hjá Örnu 3 áðan, það er ekki alveg svo sé augnsamband á milli skiptana og Steinunnar Björtu inn á línunni. Þannig að sendingar sem að hefðu svona undir venjulega að geta gengið upp eru bara ekki að gera það. Þetta er enda mjög ólíkt Steinunni, þetta sem er alveg ótrúlega lungin að ná sendingum nánast hvaðan sem að koma. Nú þarna áttu Grótta séns að komast yfir aftur reynir Katrín að koma boltanum á línu en það er Gróttu varnarmaður slæði yfir hendin í boltan og Katrín nær honum aftur. Ef að Grótta hefði ekki snert boltan þarna í millitíðinni þá hefði orðið tvígrip en eins og betur fyrir Víkinguna þá var þetta svona og þær halda boltanum en slæm sending hjá Ester Ingu, þessu sinni alveg niður undir gólf á hana Auði og Auður er nú frekar hávaxinn þannig það er langt að þurfa að beygja sig þarna niður og boltinn út af þetta klaufalegt og mikið af klaufalegum atvikum búið að vera undanfarið en þær halda bara áfram leiknum eðlilega. Það eru 10 mínútur tæpar eftir af þessum leik Víkings og Gróttu þegar Víkingur hefur skorað 21 mörk og Grótta 29. Gróttustelpurnar láta boltan ganga hérna vel undirbúið sóknina þarna skellti Katrín Anna Ásmundsdóttir hérna inn, taldi sig vera að sjá hérna glufu og fær dæmt á sig fríkast. Auður Brynja ætlar ekki að láta Önnu Láru komast hérna í gegn og tekur á henni af krafti og aftur, ekki aftur, þvert á móti, þarna tók Anna Lára undir hendarskot sem að fór hérna út til stöngu og skora og 9 marka munur. Þarna Auður Brynja fittar sig í gegn og en Valgerður Helga Ísaksdóttir braut þarna á henni en þar sem Auður var ekki komin í skotfæri þá var þetta einungis aukakast. Nú kemur Karolína Gleisi hérna á miðjuna
aftur inn á Auði, sendur gegn vel á hann og enn ein slögsendingin þegar að Katrín ætlaði að koma í klippingun en Auður sendi eins og hún hefði átt að standa þarna úti í hægra minn og Víkingar missa boltann enn einu sinni á klaufalegan hátt. En það er ekki einungis Víkingsstelpur sem hafa gert það í þessum leik, það hafa þó nokkur sendingar hjá Gróttu farið sömu leið, þótt þeir hafi verið með mjög góða og öruggan bolta núna undanfari. Eins og núna þá var bolti látið ganga og Anna Lára skorar þarna annað markið sitt í röð, komum með sjálfstraust til þess að auki sjálfstraust og gerir þetta vel. Nú það er Auður, Ester Inga miðinni, kemur klipping á Katrínu, Auður, Ester en vörnin hjá Gróttu vil standa þetta allt af sér og Ester Inga enda með skoti sem að var eiginlega beint yfir höfuð á Sofíu í marki Gróttu og hún slær boltan hér yfir og staðan óbreytt. Grótta kom hér í 10 marka mun. Staðan 21, Víkingur 21, Grótta 31 og 7 mínútur eftir þessu leik. Nú Grótta aftur, þetta bolta ganga hér til að byrja með, síðan leikandri sleist inn á miðju og síðan eykst tempóið og boltinn gengur hér áfram inn í horn. Það sem að Katrín Anna var tekin föstum tökum og Grótta heldur boltanum og setja hér upp í leikkerfi, fína festu heldur boltan ganga hér vel áfram yfir og það er árásir inn á vörninu að þessu sinni og þessu sinni er það Víkingsvörður sem stendur sér vel og stendur þetta af sér og þarna var það Helga Guðrún Sigurðardóttir sem að keyrði sig í gegnum vörnina fram hjá Karolínu hélt í hana en hefði þurft að fá hjálp frá Katrínu, hélt á lengi og það var réttilega dæmt víti en núna var það Emilia Dögg sem að ákvað bara að verja þetta víti, en það alveg nú að hafa þennan 10 marka mun að bæta ekki í hann. Í stað 21-31 og það er 5,5 mínútur eftir þessu leik. Ester Inga, Auður og enn einu sinni tekur Hávör Gróttu skot Víkingsvitnanna. Ég hef ekki tölað því hversu oft það hefði gerst í þessu leik og það er löng sending fram á Katrínu Önnu sem að skora örugglega og langfremst og lítið við því að gera en það þurfa aðeins að velja færi sem betur Víkingsstelpurnar hérna og skyttu þar sem að og Ester taka hart á henni og þetta tríkast Ester og Auður og Katrín, Ester og Steinun hérna í blokkaringum og hún aftur, heldur ekki nægir að vera boltanum. Katrín lætur bara vaða og enn í vörnina og þarna sá Auður ekki Karolínu Ósk sem var dauðafríi en þá kemur Katrín Magnúsdóttir bara og lætur vaða loksins. Hún getur vel skotnið og ætti að gera miklu meira að því og skorar sitt fyrsta mark í þessu leik og nær að minnka muninn aftur í 10 mörk. Grótta leiði hér 32 mörk að 22 og það eru einungis 4 mínútur eftir þessum leik. Grótta byrja hér, látur bolta ganga hérna vel fyrir utan eitthvað leiks. Þetta var rétt, það var leikmaður Gróttu hélt í Karolínu, hornavarnamann Víkings og maður sá það að tegðist á Víkinga, Víkingsstelpurnar dæmt fríkast, það var kannski ekki mjög mikið en samt Katrín reyndi sendingun á Steinunu en varnarmenn og Gróttu voru alveg klárar því að hún ætti ekki að fá boltan og alltaf ekki komast þetta leið og Víkingsstelpur láta boltan ganga yfir. Ester reyna að spinna sig í gegn aftur með Katrínu skot eins og ég sagði áðan, hún getur þetta, hún getur vel skotið og skorað og hefur eiginlega
gert allt og lítið á því, búinn að skora nú 2 ágæt mörk í röð og náði að minnka munin í 9 mörk. Það er miklu fallegri tala en 10, en Gróttu stelpurnar reyna nú að það sem geta til þess að ná aftur þessum 10 marka mun. Nú er blokkering og nú var það Víkingsvörnin sem náði að stöða skot Gróttu og Víkingur koma hér hratt á markið. Ester og Katrín og eitt enn, já, 3 mörk í röð hjá Katrínu Magnúsdóttur, frábær innkoma hjá henni nú í lok þessa leiks og lagar alveg stöðuna. Staðan nú 8 marka munur, Víkingur 24, Grótta 32 þegar að 2,5 mínútur er eftir þessum leik. Þetta var frábær innkoma hjá Katrínu og með 3 mismunandi skot og kærkomin mörk. Það var aðeins, já, þarna reyndi Anna Lára skot á markið, en það var búið aðeins að ýta á hana, þannig að skotið fór heiminn hátt yfir. Réttilega dæmt hér aukakast. Nú Gróttu stelpurnar aftur, þær þurfa ekkert að flýta sig, láta boltan ganga hér fyrir utan, vantarlega kemur leysingur hóttunum, já, meðan það gerir það og þá kert aðeins tempóið. Nú, Auður tók dálítið hressilega í hana Önnu Láru og fær dæmt hér aukakast og hún fær hér 2 mínútur. Mér fannst hún svona svipað vera brotið á Auði hinum megin áðan, en það er væntanlega verið einhver smámunur í því. Nú eru það Víkingsstelpurnar einum færi fyrsta skipti leiknum, þetta ég segir rétt, og Grótta, Tígrip. Það er bara hefð þarna og Steinun komið fremst í gegn og hann lætur og hún Sofía skora verð hjá henni. Þarna hefði hún verið skemmtilegt fyrir Steinunni að minnka munin enn frekar. En það tókst ekki, frábær markvarsla hér hjá Sofíu markmanni Gróttu stelpurnar hér, láta boltan ganga vel út í hornið og aftur þá slæpsending hérna á horninu, en það var búið að brjóta á henni, Liljursund hérna sem er í hægra horninu og ekki gott skot beint á hana Emilíu Dögg og hún gerir það sem á að gera, verða, og Víkingsstelpurnar eru með boltan. Það eru 45 sekúndur eftir. Víkingsstelpurnar eru einum færri. En mikilvægt fyrir þær að halda og helst að skora hér mark og minnka munin, en ekki góð sending. Katrín með fína sendingu inn á línu í fótinn á Steinunni. Þarna var, hélt maður að næða að minnka munin enn frekar, en hún Steinun óöppin fekk sendinguna í fótinn. Þarna var hún óöppið þarna, en það láta bara boltan ganga áfram eðla og erfitt að standa þessu einu færi. Þetta boltinn góð stimplun hjá Gróttu og í stað þess að hér áðan að Víkingarnir að minnka munin örlítið, þá bætti Grótta aftur í og vinna hér sanngjarnan sigur, 9 marka munur, Víkingur 24, Grótta 33 þegar leik er lokið hér í Víkinni. Við þökkum fyrir okkur hér í Víkinni og sjáumst nú væntanlega nokkru sinnum í vikunni. Ég er ekki alveg með því miður dagskránna, en minnum á það að við sýnum frá öllum okkar meistaraflokksleikjum og leikjum og þriðjaflokksleikjum einnig, karla og kvenna. Þannig að við reynum að hafa þessa útsendingar, við reynum ekkert, við höfum það frá þessum leikjum og hvetjum fólk til þess að fylgjast með. En við segjum þessu lokið hér frá Víkin í dag, þess að Víkingur tapaði gegn Gróttu, Víkingur 24 mörk, Grótta 33. Kæra þakki.